Janúar, Ívar. Hann endar vel. Hann endar með sigri, en ég held að það hafi verið svona fyrra líka. Við unnum held ég síðasta leik í janúar. En við vissum það að þetta er gríðarleg barátta og þessi leikur var alveg, þetta var svona úrslitakeppnisleikur. Bæði lið mikið undir hjá báðum liðum og bæði lið vildu koma sér í gang og eins og ég segi, vörnin var alveg gríðarlega sterk í þessu leikur. Ef við byrjum saman þennan og síðasta leikum mútið KR hjá okkur, þá er baráttan allt önnur í þessu leik. Já, við vorum bara aldrei tilbúinir í KR-leikinn og sá leikur bara búinn og við vissum það að við þurftum að stíga upp eftir þann leik og ég vil að hrósa leikmönnum fyrir það. Þeir gerðu það í dag og þeir lögðu sér fram og spiluðu sem lið í dag. Við vorum ekki sem lið á móti KR, við vorum með þessu 5 litlu skólastrákar hérna inn á sem voru ekki að reyna að vinna saman, heldur hver í sínu horni. En í dag var liðið að vinna vel saman. Leikurinn spilast þannig að þið eru alltaf elta framan af og maður einhvern veginn ná stólarnir alltaf svona að vera aðeins undan einhver. Hvað gerist hérna? Svo einhvern veginn náður þið bara... Við komum gríðarlega vel stendur út úr klefa eftir leiklega og baráttan þar gríðarlega og við heldum við skorum fyrstu 8 stigin minnum mig og það gefur liðinu sjálfstraust og eftir það er vörnin okkur frábær. Svona var kannski ekkert rosalega góð í fyrri hálfleik en seinni hálfleik var vörnin frábær hjá okkur. Og eins og ég var að segja líka, nú erum við að fá Emil tilbaka og hann er komið tilbaka úr sumarfríinu. Þannig að hann var ákveðinn að sýna öllum að hann ætlaði sér að gera betur og hann gerði það vel í dag. Talar keppnisleik, en ég meina þetta kemur ykkur svolítið aftur inn í pakkan. Þið eruð núna hvað í 7. sæti og það er bara 2 stig upp. Munar ekki svolítið miklu fyrir ykkur að hafa klárað þennan leik? Jú, ég veit að það munar miklu. Það sem er samt sem aðalmáli er það að við erum að spila vel í þessu leik og ég vil fyrst og fremst taka það út úr þessu leik. Auðvitað eru stigin gríðarlega mikilvæg. En það var ekki síður mikilvægt að við myndum spila sem lið, koma vörðunum okkar aftur í gang sem hefur verið okkar svona kannski lykil atriði í þessum körfuboltaleikjum og það kom í gang í dag og ég fekk útlendingi minn til að spila vörn í dag og hann var mjög góður sóknarlega, þeir þurftu að hjálpa honum, hjálpaði mikið á hann sem opnaði fyrir okkar skotmenn og þeir voru að hitta vel í dag og þannig að eins og ég segi, ég var mér fannst bara liðið virka vel og ég er gríðarlega ánægður með það. Í janúar í fyrra þegar þið töpuðu líka svona mörgum leikjum þá endið þið samt í 3. sæti, endið tímabilið frábærlega, er það sem við erum að sjá núna? Nei, við erum bara næsta leik eftir og við þurfum bara að byggja á þessu og við tölum það eftir KR-leikinn að við ætlum að reyna einbeita okkur bara að því að fara að spila okkur leik, við ætlum okkur auðvitað heimavallar rétt en eins og staðan er í dag þá er það bara gríðarleg barátta, þú þarf bara að hugsa næsta leik og við verðum svo bara að sjá hvar við endum í lok tímabils, hvort við fáum heimaleikir rétt eða ekki. Í raun bara ætlum við okkur bara að reyna að koma okkur í gang og ef við fáum ekki heimaleikir rétt, þá erum við bara á góðu skriði. Það er aðalmálið.